Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag er 11. júní 2024. Ef þú ert að hlusta á þetta á YouTube þá langar mig að biðja þig að gerast áskrifandi á þessari rás með því að gera subscribe hér að neðan. Og ef þið langar að styrkja þetta framlag þá er það hægt að gera með því að fara inn á pardus.is /ein pæling í einu orði. Ég reiði mig ekkert á auglýsendur, heldur langar mig að vera í beinum tengslum við hlustendur og þar að leiðandi geri ég þetta svona. En í dag langar mig að fjalla nokkuð sem þetta er svona einkennleg þróun sem snýr að vandamálum í dag. Ég hef verið að fjalla þetta í undanförnum þáttum en þetta er svo víðfemt þannig ég hef ákveðið að skipta þessu svolítið upp. Og þar spyr ég einfallega þeirrar spurningar, af hverju er það lögmál að vandamál aukist? Af hverju er það bara óumflýjanlegt að vandamál muni koma til með að aukast, þrátt fyrir það að við setjum meira og meira púður í það að bregðast við þeim vandamálum? Og okkar hugmynd það að bregðast við vandamálum er að bregðast við afleiðingum þess sem að vandamál eru. Það er að segja hliðar afleiðingar af því að vandamál sé til staðar. Við viljum aldrei einhvern veginn fara rót vandans, heldur erum við að bregðast við því að vandamál séu til staðar með því að skoða afleitar afleiðingar. Og það sem er náttúrulega vandinn við þetta er að hvati þeirra sem hafa aðkomað því að segjast leysa vandamálin er í rauninni öfugsnúin þar sem að þeirra fjárframlög krefjast þess ákveðin máta að þau komi ekki til með að leysa vandan. Það er að segja að þau hafa hagsmun af því að vandamálin leysist ekki og jafnvel að hagsmun af því að vandamálin koma til með að aukast eins og þeim er einmitt tíðrætt sem að snýra þessu vandamálarekstri. Það er alltaf þannig að það mun bara koma til með að aukast og þar að leiðandi þurfa þau meira fjármagn. Og í þessu sambandi langar mig í dag að fjalla að ríkis fjármálin svolítið í heild sinni. Ég var að hlusta á fund Alþingis þann 7. júní síðastliðinn þar sem var rætt hinn ýmsu mál og þar fóru fram til að mynda langar umræður það að þetta setja á laggirnar nám í hamfarafræðum. Og ég hef ekkert lagst í það að kynna mér þetta mál til hlítar en þetta er eitthvað sem hefur komið vegna aðkomu meðal annars Ásmundar Friðrikssonar sem er stjórnmálamaður Sjálfstæðisflokksins. Og eins og ég segi, þá hef ég enga sérstaka skoðun á þessu máli aðra en þá að ég hef aldrei heyrt það að Alþingi hafi einhvers konar beina aðkoma að því að móta úrval náms á háskólastigi. Og kannski er nám í hamfarafræðum bara algjör snilld. Ég fór aðeins að skoða þetta nám er náttúrulega hægt að nálgast víðsvegar út í heimi, meðal annars í London háskóla, í Manchester, í Kaupmannahafnar háskólanum. Svo náttúrulega víðsvegar náttúrulega í Bandaríkjunum en eins og allir vita þá eru þau alltaf að glíma við einhvers konar hamfarir. Held ég miklu meira en hérna. Þetta er að sjálfsögðu, en þeir eru náttúrulega líka fleiri þannig að ég gerir mér ekki alveg grein fyrir tölunum. En eins og segi, við erum mjög smá og öll þessi prógram eru náttúrulega svolítið mismunandi, öll koma einhvers konar veðurofsa viðbrögðum og að takast á við hamfarir á ýmsum sviðum. Og eins og segi, kannski er bara snilld að hafa þetta í boði hérlendis. Það er eflaust hægt að fara í góðar vettvangsferðir víðsvegar landið til þess að gera rannsóknir og eitthvað annað þýðum líkt. En það verður að segjast eins og það virðist vera einhvers konar hluta af þessu. Að þetta er Ásmundur Friðriksson og aðrir stjórnmálamenn sem er í einhver ákveðinni pólitískri tækifæramennsku til þess einmitt að koma sér á framfæri út af því sem er eiga sér stað á Reykjanesskaga. Það er að segja að þeir stjórnmálamenn sem fara fremst í flokki í þessum umræðum séu í einhvers konar dygðaskreitingu sem að spila fyrst og fremst á tilfinningar þeirra sem að takast á við þessa atburði núna sérstaklega náttúrulega í Grindavík án þess þó, eins og þegar maður virkilega hugsa út í það, að það muni koma til með að hafa einhver áhrif á þeirra líf til skemmri eða lengri tíma í þessu verkefni sem að Grindavík er. Og það að setja heilt nám á laggirnar eða jafnvel deild kostar mikið af fjármunum og ég man ekki til þess að það sé gert vegna sérstakarar einhver aðkomu stjórnvalda eða þingmanna og að þetta sé sett á oddinn af hálfu stjórnvalda er lætur mann fara að meta það hvort það sé ekki sérfræðingarnir sjálfur sem ættu að eiga frumkvæði að því að setja slíkt á dagskrá. En eins og segi, kannski er þetta allt bara eðlilegt en mér finnst þetta þó vera eitthvað sem má alveg nefna
og við erum kannski ekki endilega í mesta blóma skeiði sem að Ísland hefur verið í sko þegar kemur að hagkerfinu. Það er svona, alveg svona þetta sjálfstæðismenn ofta kvart yfir í hvað allt er dýrt og eitthvað þannig, þá er þetta rosalega einkennilegt svona útspil og það er að segja sérstaklega frá sjálfstæðisflokknum og þetta lyktar náttúrulega svolítið bara eins og dygðaskreiting. En mér langar að tala eins og segi í dag og svolítið í samhengi við þetta, það er að segja þetta er bara svona dæmi það sem mér langar að ræða í dag og mér langar að ræða pólitíska leikjafræði Samfylkingarinnar sem er orðin alveg sérstaklega áhugaverð. Því að sko einhverju leyti þá er Samfylkingin að spila þann leik að móta sig sem ákveðin þessi ekki svona framlínuflokkur í íslensku stjórnmálum sem að hægt að fara rök fyrir þau voru náttúrulega í landsmálunum og hafa verið í borginni undanfarin ár. En þetta er mótað utan allt svona nýtt einkenni eða svona identity sem að er náttúrulega þegar öllur á botni kvöld er herur gegn sjálfstæðisflokknum. Þau eru að taka, ég heldur séu langmest núna að hugsa að taka atkvæði frá sjálfstæðisflokknum og eru svona nýja aflið sem svona ákveðin svona framsýni, raunsæi og svona nýja atvinnulífsflokkurinn. Og það sem ég held að sé ótrúlega sniðugt hjá þeim því að þau eru farin að tala eins og það afl sem að þau yrðu ef að þau fengju jafn hátt í skoðanakönnunum eins og þau eru að fá í dag. Það er að segja þau sko tala í raun og veru eins og þau séu búin að taka við kerfinu en eigi bara eftir að setjast í ráðherrastólunni. Ég veit ekki alveg hverju, þetta er svona svolítið eins og Halla Tómasdóttir er í dag. Þú veist, okkur líður eins og Halla Tómasdóttir sé orðin forseti en Guðni er enda forseti en okkur líður samt eins og hann sé hættur út af því að hann er að fara að hætta og að Halla Tómasdóttir út af því að hann vann kosningarnar að þá eigin bara, þú veist, eina sem hann á eftir að gera er bara að setja stað. Og ástæðan fyrir því að ég held að þetta sé sniðugt er að sjálfstæðisflokkurinn og reyndar allir í ríkisstjórninni tala eins og þau sé ekki ríkisstjórn og síðasta árið sko sérstaklega höfum við orðið vitni af sko fjölmörgum málum þar sem að þau sko tala náttúrulega bara í dag sko það var einmitt hérna Bjarkey Olsen að fara yfir hérna hvalveiðimálið og þau bara tala einhvern veginn í krossvik hvort annað og þetta er líka svo skrítið út af því að þetta er náttúrulega ákvörðun Bjarkeyjar og hún kemur þannig með einhvern veginn skottað milli lappana en í rauninni má alveg fara rauk fyrir því að þetta hefur verið sko með ótrúlega mörg mál að þau koma einhvern veginn með skottað milli lappana bara var það ekki sko hjá Stefáninni þá Bjarni sko að hérna verja VG þetta eru komin svo skrýtna stöðu líka þú veist þegar maður er að hlusta Stefáninni kemur með einhverjar athugasemdir það hvernig Bjarni hefur verið að halda utan um málin og að sé svo flottu stöðuleiki og hann sé með 11% vexti og okkur fleira þvíumlíkt en hann er rauninni bara einhvern veginn þú veist þegar Bjarni kom með skottað milli lappana ætti þá ekki sjálfstæðisflokkurinn að vera að spyrja sig svona, hvar erum við? Og eins og segið, sérstaklega þegar að þetta flokkur sem hefur í gennum tíðina verið með mesta fylgið, þegar hann er komin á afturlappina þá ætti það að vera að spyrja sig af hverju erum við svona mikið á afturlappunum? Og Samfylkingin myndi segja að það sé út af því að þeim er ekki að takast að fjármagna og virkja grunninnviðina sem að er svona hluta til rétt kannski, ég veit ekki alveg hvernig ég held samt að sko grundvallar vandinn sé sá að sko sjálfstæðisflokkurinn hefur náttúrulega tapað ákveðnu mojo samhliða því að hafa gert sko stjórnsýsluna svo stóra að hún er óstarfhæf á sko ótrúlega mörgum sviðum og þegar ég segi sko óstarfhæf þá er ég ekki að tala að fólk mæti ekki vinnuna heldur er sko stjórnsýslu umhverfið svo óljóst og óskýrt að vinnandi fólk á bara sífellt erfiðara með að koma hlutum í verk og eins og segi það er líka bara þessi ímynd stjórnmálamanna að allt sem að hefur sko gerist í samfélaginu þurfi þeirra aðkomin. Ég ætla að koma aðeins að því eftir smá. Mér langar að nefna hérna dæmi. Ég fekk hérna skilaboð fyrir skömmu sem að frá manni sem að hefur ótrúlega mikið verið að hérna vinna í leyfisveitingaferlum og hefur verið mikið að vinna í leyfisveitingaferlum varðar húsnæðis og mannvirkjagerð en einnig í heilbrigðisgeiranum. Og ég ætla ekki að fara nánar út í það nákvæmlega hver það en þetta er maður sem eins og ég segi margra áratuga reynslu á því að vinna með og í leyfisveitingageiranum og hann sendi mér hérna eftirfarandi Nú hef ég starfað við leyfisveitingar í nokkur tíma og það sjokkaraði mig mest hvað þessir umsagnaraðilar sem við vinnum með, lögreglan og sérstaklega heilbrigðiseftirlitið, vilja helst bara banna allt.
Leyfi eiga alltaf að vera undantekning. Þetta eru valdamiklar stofnanir sem telja það bókstaflega sitt hlutverk að leggja stein í götu fólks. Ávallt skal finna ástæður til að banna fremur en hitt. Við Íslendingar mættum alveg prófa það einu sinni að leyfa frelsinu að njóta vafans. Það er eiginlega ótrúlegt með að við forræðishyggju áráðurinn. Svo þegar atvinnurekendur berjast við það að gera þetta löglega, þá tekur það ferli óralangan tíma því að aftur eru allar breytingar háðar samþykki svo margra stofnana. Það væri langbest ef að sýslumaður væri einráður í þessu, mun frjálslyndara stjórnvald en lögreglan og allar eftirlitsstofnanir. Sýslumaður fer að minnstakosti einungis eftir lögum, eftirlitsstofnanir virðast fara fyrst og fremst eftir eigin geðþótta og tilvitnun lýkur. Sko, hann ætla bara að senda þetta í einhverju reiðiskasti, þannig að þetta var kannski ekki fullkominn text, en mér finnst þetta aftur á móti, sko, þessi athugun vera mjög áhugaverð að hann hefur einmitt verið að vinna við þetta og þetta hefur, sko, ég veit að ýmis stjórnsýslustig hafa svolítið reynt að móta eigin afstöðu til þessa mál sem náttúrulega gríðarlegur vandi þar sem út með sko fullt af stjórnsýslustigum sem eiga að vera að vinna saman en í raun eru þau bara að vinna gegn hvor öðru. Þau veit ekki hvar þú átt að sækja leyfi, þú hringir hérna og þau segja benda þér þangað sem benda þér tilbaka sem benda þér á einhvern annan stað og þetta þekkja allir sem hafa verið að vinna í einhvers konar svona hlutum og sko hvaða hvata býr þetta sko til fyrir þá sem eru að reyna að móta einhvers konar frumkvöðlastarf svona í alvörunni, það er alveg galið en þetta er alls ekki ótengt því sem ég var að fjalla hér að ofan og þetta tengist beint sko menningu stjórnmálamanna og hugmyndir þeirra eigið starf því að hér á Íslandi byggjast hugmyndir okkar á framförum fyrst og fremst að aðkomu stjórnvalda. Í flestum tilfellum þegar að eitthvað fyrir úrskeiðis þá það farið beint í náttúrulega að pirra sig yfir því hvað stjórnvald sé að gera eða ekki að gera sem er kannski ástæðan fyrir því að þau horfa á hlutverk sitt í miklum ljóma þegar eitthvað gengur vel. Þegar náttúrulega sko í rauninni að í flestum tilfellum þegar eitthvað gengur vel þá það fyrst og fremst út af því að aðkoma stjórnvalda var ekki mikil. Að sjálfsögðu þarf að huga að því að umgjörð hins opinbera ákveðin máta til þess að fólk hafi tök á því að móta í frumkvæði en það í litlum tengslum við það hvernig það hugafar, leyfi mér að segja, flestar stjórnmálamanna hér á landi gagnvart þeirri verðmætasköpun sem verður til. Og smæð okkar hefur ákveðin áhrif á þetta viðhorf því að okkar hugmynd af árangri hefur náin tengsl við ákvarðanir stjórnvalda. Þá er ég ekki bara að tala þeirra stjórnmálamanna sem eigi hlut. Ég er líka bara að tala þegar almennt maður hlustar á umræður. Þá er það almennt þannig að fólk að hugsa hvað ætla stjórnvalda að gera og hver aðkoma stjórnvalda. Það er aldrei neitt sem stjórnvaldinu óviðkomandi. Og þetta að mínum mati mjög slæmstaða því að leikjafræðina bak við þetta fyrirkomulag því að stjórnmálamenn hafa hvatað því að haga málum á ákveðin máta gagnvart ákveðnum gerum og þar af leiðandi eru meiri líkur á að þeir geti sagt að sá árangur sem hlýst í einhverjum fyrirtækjarekstri eða annað hafi verið þeim að þakka og hann hefði ekki komið til að undanskildu sko þeirra framtaki og eins og segið, aftur að leyfisveitingunum þegar að hort á fyrirkomulag og hvata mikilvægast að lang erfiðast að horfa til þess hvað gerist ekki í stað þess sem gerist og þetta ástæðan fyrir því að ég var að fjalla þetta í samhengi við leyfisveitingarnar því að eins og við höfum orðið vitni af þá eiga stjórnmálamenn það til að minnast á sína aðkomu þegar það gengur vel en að það hafi verið svona óumflýjanleg þróun utanaðkomandi aðstæðna þegar eitthvað gengur illa því nauðsynlegt þegar það gengur vel að horfa til þátta og atburðarásar sem á sér ekki stað í stað þess að horfa bara til þess sem á sér stað. Þetta meðal annars fjallað í þessari bók hér sem heitir Theory of Games and Economic Behavior. Þetta bók eftir John von Neumann og Oscar Morgenstern. Ég mæli alls ekki með að kaupa sér þessa bók þó hún sé margt til áhugaverð þá mjög stór hluti af henni nema maður sé einhvern starffræði sér í þá örugglega mjög áhugavert að lesa hana en þetta mjög svona flóknar starffræðilausnir sem að ég botni ekki neitt í en það aftur á móti vel útskýrt í svona upphafi og enda og milliköflum þær afleiðingar sem að mismunandi aðstæður eða leikjafræðimódel eins og þeir kalla það hafa á mismunandi aðstæður
þeir fjalla meðal annars það hvernig sko það hefur oft verið fjallað þetta hagfræði sé sko félagsvísindi og hagfræðin sé ekki raunvísindi og þeir tala í rauninni löngu máli og þetta er rauninni fyrsta skipti sem að hagfræðin borin á borð sem ákveðin félagsfræðigrein og þeir fjallaði mitt það að það fyrir eftir því hvernig hagfræði beitt hvort hún færist meira sem félagsfræðigrein eða sem einhvers konar raunvísindagrein og eftir því sem þú ert komin náttúrulega með svona stærra afl eins og þú veist þjóðfræði þjóðhagfræði náttúrulega félagsvísindagrein á meðan svona rekstrarhagfræði bundin miklu meira svona fyrir séðum lögmálum en bókin skoðar sérstaklega það hvernig ákvarðanatökum beint og að ákveðnum aðilum og hvernig þau geta haft sko víðtæk áhrif á ákvarðanatökur annara aðila sem við fyrstu sín ættu ekki breyta sinni nálgun eða ákvarðanatöku og þetta að sjálfsögðu það sem ég hef verið að fjalla í þessum þáttum þar sem ég færi rök fyrir því og ég tunglast svo mikið á þessu að mér finnst ég eins og ég sé að vera klikkaður en í samofnu og litlu hagkerfi eins og Íslandi þá nánast engin ákvörðun sem tekin af ákveðnum hópum eða þar að segja ákvörðun sem beint að ákveðnum hópum og ákveðnum geirum þar að segja af stjórnmálamanna sem hefur ekki áhrif á ákvörðanatöku þriðja aðila þannig að þetta svona, svo ég fá sletta svona ripple effekt við sjáum þetta í sko kjarasamningsgerð, leyfisveitingum innan heilbrigðis- og tryggingakerfisins, orkumálum, atvinnurekstri og þar fram eftir götunum. Mér langar að spila stutta klippu frá árinu 1993 þar sem að Thomas Sowell fjallar krísur og athugið sko hvernig þetta kemur sérstaklega að þessu sem að ég var að tala henni í upphafi í sambandi við vandamálin og hvernig hið opinbera íhugar og skoðar vandamál. I'd like to talk a little bit about the whole political mode of decision-making in terms of the patterns that you see in it. There's one pattern in which you generate political support by creating a, quote, crisis, unquote. Now, since all human situations have some negative features to them, nothing is easier than to find something to complain of and to call it a crisis. A crisis does not mean that what you're talking about is any worse than anything else that human beings do. It does not even mean that it's getting worse than it was in the past. In a remarkable number of cases that I've looked at, the thing that is called a crisis has in fact been getting better for years prior to the policies. After you've convinced people there's a crisis, you have your solution. There's sort of a four-stage thing. First comes the crisis, then comes the solution. Typically, the people who advocate this solution will say this will lead to beneficial result A. The critics say this will lead to detrimental result Z. Third stage, they put the policy in, and the result is that it leads to detrimental result Z. The interesting part is the fourth step, where the people who attribute this detrimental result to the policy are accused of being simplistic for ignoring the complexities of the many factors involved. Moreover, the only cure for this new bad situation is more of the same policy. Það sem ég vil færa rauk fyrir að sko við hugum að því hvaða vandamál það sem til staðar sem ekki og krefjast ekki aðkomu stjórnvalda. Því að sko það sama hvað það þá skilaboðin fyrst og fremst alltaf þegar að ræða einhvers konar vandamál að við spyrjum okkur hvað ætla stjórnvöld að gera í vandamálunum. Og þegar að stjórnvöld koma svo að vandanum þá eykst hann. Nokkrum mánuðum eða árum síðar kemur svo sama fólk og talaði fyrir því í upphafi að stjórnvöld ætti að koma til með að takast á við vandan og útskýri fyrir okkur að þetta sé ekki sko vandi sem að fara að leysast heldur hann að fara að aukast. Og þá getur maður spurt af hverju? Af hverju vandi sem að þú sagðist þurfa fjármagn til þess að takast á við að fara að aukast og af hverju hann búin að aukast ennþá meira og í hraðari þróun eftir að þú tókst við honum. Og þá fær maður sko, og þetta hitt mikilvæga sem að Thomas Sowell nefnir í þessu erindi og það sko fyrirsjáanlega útspilið sem að heyrist þegar að þeir sem að gagnrýna störf þessa einstaklings að þá þeir sko, þeir skilja bara ekki þessa flóknu hluti sem að viðkomandi að takast á við. Þetta svona minnir að Brynjar Níelsson hafði sagt að maður sé svo þetta ákveðið svona útspil þar sem að þeir sem að takast af einhverjum vandamálega bara þú svo vitlaus, þú náttúrulega skilur ekki þetta í víðara samhengi og getur ekki skilur. En ég meina, ef að þú getur ekki útskýrt fyrir mér á hverju vandamálum munu koma til með að aukast, þá ættir þú heldur ekkert að vera að koma að því að leysa þetta. Og sko,
nú eins og segi, ég ekki að segja að sé ekki margþætt vandamál sem að ýmsir aðalur þurfa að takast á. Ég hef sjálfur unnið með fötluðum í 15 ár og ég hef verið fenginn á önnur sambýli til þess að sinna þjónustu þar sem að það þurfti, eða svo bara við, það að segja einhver heimili voru að takast á með einhver aðstæður eða eitthvað tímabil og þá hef ég verið fenginn inn. En það einfaldlega þannig að ákveðin angi þess að vinna með þeim sem að þiggja þjónustu og þurfa á hana að halda, að sko hagsmunir þeirra eru oft málaðir upp sem hagsmunir þeirra sem að vinna í þjónustunni. En punkturinn minn sá að þegar það kemur að vandamálum þá aldrei spurt hvernig við komumst í veg fyrir vandamálin. Það bara alltaf meira hugað því hvernig við hlúum að þeim sem eru að takast á við vandamálin. Og þetta snýr að því sem að kom fram í myndbandinu hérna ofan. Af hverju það sjálfkrafa sjálfsagt að vandamál aukist? Og ég bara næjus ekki. Af hverju það sjálfsagt að þeir sem að takast á við vandamálið að það sé ekki gerði nein krafa að þeir þó svo sé ekki nema hluta leysi þann vanda. Og eins og kannski ég að vera barnalegur, en mér finnst að það ætti að vera pæling að þó svo við séum ekki að ræða vanda sem endilega hægt að leysa, að þá var hægt að gera kröfu að sá vandi muni ekki alltaf sjálfkrafa að koma til með að aukast. Hvernig má það vera að þeir sem að segjast vera helsti fyrirvari fyrir því að bæta einhvern vanda geti sagt að hann muni bara koma til með að aukast í sömu setningunni? Og af hverju það dónalegt að spyrja af hverju hann muni koma til með að aukast, því í flestum tilfellum að ræða aukningu sem langt umfram fólksfjölgun. Og talandi aukningu, eins og ég nefndi áðan, þá þetta einnig það sem að ég held að muni koma til með að aukast. Ég held að þetta muni halda áfram þegar að það koma önnur stjórnmálaöfl sem að segja að koma til með að leysa vandan, að þá mun hann einmitt koma til með að aukast og ég held að við ættum að vera mjög vakandi fyrir því og þar einmitt komum við að hvötunum. Því að þeir sem að, eins og ég var að nefna hérna áðan, segjast ætla að takast á við vandan án þess þó að leysa hann og eru bara að í rauninni móta einhvers konar eigin framtíð, hafa ekki hvata til þess að leysa vandamálið. Og það eru nokkra breytur sem eru ástæðan fyrir þessu. Í fyrsta lagi það stjórnmálumhverfið sem að við vorum að ræða og búum við. Sá dagur mun aldrei koma þar sem að Inga Sæland mun segja að fólk hafi það nægilega gott. Og kannski það bara jákvætt, því að sá dagur mun ekki koma að við þurfum ekki að huga þeim sem að minna mega sín. En það aftur á móti fylgifiskur sem að nær að fljóta með við þetta fyrirkomulag og hann sá að þegar við erum að ræða vandamál sem að fólk myndi ellegar að leysa sjálft, þá eru stjórnmálaöfl sem að reiða sig á að það þykir dónalegt að spyrja þau sem að glíma við vandamál hvað þau ætli sjálf að gera í þessum vanda. Og þetta kemur sérstaklega inn á það sem ég var að tala hérna í upphafi. Því að út af því að það þykir dónalegt að spyrja aðra og biðja aðra að leysa eigin vandamál, allavega eiga aðkomu í því að leysa eigin vandamál, þá verðist aðkoma ríkisins verða til þess í flestum tilfellum, eins og ég var að nefna núna og tönglast á, að vandinn eykst. Og af hverju ég að tala þetta í samhengi við leyfisveitingar? Jú, út af því að þetta sitt hvor hliðin af sama penningnum. Það að ungu fólki sé talað í trúum að stjórnvöld geti leyst öll þeirra vandamál og að þau séu nánast ófær að móta eigið líf eftir eigin frumkvæði, gerir það líka verkum að það ólíklegra að þau munu koma til með að ná árangri í eigin lífi ef að leyfisveitingar eru þannig úr garði gerðar að atvinnulíf verður hérna minna. Og ég þekki þetta sjálfur. Ég hef haft frumkvæði að því að fara í frumkvæðulega starf með eigin hugmyndum, verkefni sem að datt upp fyrir út af því að leyfisveitingar voru bæði fráleitar og stjórnsýslan ólýsanlega svifasein. Og þetta letjaði okkur mikið og endingu gáfust við upp. En þetta á ekki bara við þá sem að fara líka í frumkvöðlastarf. Því að eins og þeir sem að prófa að halda út í kennitölu og eigin rekstri, þeir vita að ef að þú ætlar að ráða inn mannesku, máttu gera ráð fyrir því að það fjármagn sem að kosta fyrirtæki sé rúmlega tvöfalt meira, eða jafnvel 60% fer ekki í vasa þess sem að þú ræður inn. Sjálfstæðisflokkurinn talar að sjálfsögðu að laga þetta, en mér þykir það ekki vera mjög áþreifanlegt út af því að það hefur ekkert breyst undanfarin ár. Og eins og ég segi, hafið það í huga, ekki það að það sem að hefur gerst, heldur það sem hefur ekki gerst. Hvaða frumkvöðlastarf hefur ekki orðið vegna fáránlegs leyfisveitingaferlis og annað.
Og svo ég endurtaki þetta, þú veist, hvaða frumkvöðlastarf hefur ekki orðið út af aðkomu og umfangi hins opinbera? Og þetta rosalega stór spurning. Ég held ég tala við hérna Heiðar Guðjónsson fyrir ekki svo löngu og þar vorum við að tala sko hvernig fyrirkomulag skatta var. Ég man nú ekki nákvæmlega umræðina en þá vorum við að tala Eistland og það hefur verið talað svona unicorns eða einhyrninga sem eru einhvers konar verkefni sem að fer yfir, hvað $1 milljón eða eitthvað í fjárveitingum eða umfangi. Og Keresis var einn slíkur og fyrstur á Íslandi. Á undanförnum árum hafa verið 13 í Íslandi sem eru með allt öðruvísi fyrirkomulag og miklu meira hvetjandi skattafyrirkomulag. En við erum hérna bara nei, ef þú ættir að ráða einhvern inn þá kostar það þig sko 60% bara í einhvers konar opinberi gjöld og lífeyrissjóði að sko ráða manneskjun inn. En við erum kannski að fara að sjá jákvæða þróun. Það voru áhugaverðar umræður á þingi í gær en þar var meðal annars talað og fjallað fjáraukalög 2024 og stóð svo umræða mjög lengi. Mér langar að spila stutta klippu hérna þar sem að Kristrún Frostadóttir fjallaði kannski fyrirsjáanlega fjármögnun og hvernig ætti að móta fjármálin til þess að lágmarka áhrif þess að við verðum að koma til móts við Grindvíkinga sem eins og segi bara mjög álitleg athugun og hérna hún að fjalla þetta. Af hverju ég nefna það í þessu samhengi? Jú, vegna þess að það hefur borið á því, forseti, líkt og ég tók eftir hér í umræðunni í andsvörum hæstv. Fjármálaráðherra að rætt sé 1, 2, 10, 15, jafnvel 20 milljarða sem upphæðir sem hafa ekki veruleg áhrif á afkomuna. Og eins og það skiptir engu máli að svona háir upphæðir falli til vegna þess í samhengi við heildarútgjöld ríkissjóðs, jafnvel landsframleiðslu mælikvarði sem ég hef heyrt, þá skiptir þetta engu máli. Þessi peningur nýr peningur í umferð vegna þess að ólíkt því sem hæstv. Fjármálaráðherra hélt hér fram áðan, þá eru ekki virkar fasteignir þarna bakvið. Þetta kann að verða veðlaust og verðlaust innan skamms og á meðan það ekki hægt að treysta á þær eignir, þá þetta í rauninni ígildi peningaprentunar. Og það nú þannig með erfiðar ákvarðanir þegar fólk kemur hér upp í pontið og talar að standa saman, við sem þjóð stöndum við baki á Grindvíkingum, þá þurfum við líka að treysta okkur til þess að eiga það samtal hvað það raunverulega þýðir að standa við bakvið á Grindvíkingum. Það þýðir ekki bara við segjum við borgum allt, heldur við ákveðum hvernig við borgum fyrir það og við tökum það á okkur við hin sem erum ekki að lenda í þessu áfalli. Breyta skattlagningu sérstaklega á þá sem hafa svigrúm í íslensku samfélagi til þess að standa undir þessum kostnaði. Hvað gerist þá, hæstv. Forseti? Þessi kostnaður hverfur ekki. Hann fellur þá með jöfnum hætti á fólki í landinu í formi verðbólgu, hárra vaxta og þessi kostnaður verður í raun hlutfallslega þyngri á þá sem hafa minnst svigrúm, þá sem eru með háar skuldir, ungt fólk og í einhverjum tilvikum mun það líka falla þyngra á Grindvíkinga vegna þess að sumt af þessu fólki vitum við vel að fengu ekki greitt út nægilega háar upphæðir til að standa undir fasteignakostnaði síðar meir og eru búið að bæta þessi skuldsetningu vegna þessa. Þannig að það ekkert sem kallast frýr hádegisverður í þessu boði. Ef fjármögnunin ekki til staðar, þá fellur hún til. Sko, á dauða mínum átti ég von, en Kristrún hendi í að það væri engin frýr hádegisverður. Ég reyndar mjög ánægður með að Samfylkingin sé farin að kvóta Milton Friedman því að Sjálfstæðisflokkurinn að mati búin að fjarlægast allar slíkar hugmyndir. En svo ég tengi það líka við þetta mál sem ég búin að vera að fara yfir hérna í dag. Þá annað sem kom í andsvörum þegar að Kristrún og Björn Leví röbbuðu aðeins þetta, svona sitt og hvað upp í pontu. Þar sem að þau einmitt fóru að tala áhrif hagkerfisins þegar að miklu fé spólað inn á skuldsett kerfi. Hagkerfið sem slíkt jafnar sig alltaf einhvern veginn að lokum og allar breytingar á því í rauninni breytingar á skiptingum gæða. Ef það gerð ein breyting, dregnir til 10 milljarðar hér eða
þeir milljarðar sem eru lagðir til hérna, og þá breytir það skiptingu gæða á einhvern hátt sem að verður síðan að nýju jafnvægi. Þessi peningaútprentun sem hér, hún mun lenda einhver staðar í hagkerfinu, einhver mun borga fyrir þessa peningaprentun, og eins og hv. þingmaður kom inn á, þá lítur svo út að þetta verður bara greitt í rauninni af auknum vöxtum og ýmsu öðru sem að lendir einmitt ekki jafnt á landsmönnum. Alls ekki. Það fer eftir því hvort fólk með verðtryggð lán eða óverðtryggð lán eða hvernig ýmiss konar annar kostnaður sem fólk að glíma við hjá því. Og fólk sem yfirleitt í hærri tekjutíundunum glímir almennt séð ekki við svona jaðarkostnaðinn sem að lægri tekjutíundur eru að glíma við. Og svona kostnaður lendir þá frekar á þeim. Ég reyndar hef aldrei heyrt Pírata tala svona, en þetta var ákveðin svona frjálshyggju tón sem að mínum að þau hafa svona svolítið gefið upp á bátinn að undanförnu. Ég hef aldrei heyrt þau tala svona, en þau voru með ákveðina svona frjálshyggju taug sem að þau gáfu náttúrulega upp á bátinn og færðu sig nær svona woke réttrúnaðar áróðurnum, þar sem að svona allar manneskjur nema sá sem að ræðir hlutina eru vondar manneskjur. Sko í grunninn náttúrulega þetta nýtt, bæði hjá Samfylkingu og Pírötum, en ég fagna þessu mjög því að það í rauninni enginn sem hefur fjallað þetta í bara mjög langa tíma og undanfarin ár. Ég man bara, eins og þegar ég var að klára stjórnmálafræðina, þá var mér sagt bara Milton Friedman djöfullinn og hann bara vondur maður. Svo fór ég að kynna mér hann og hann var bara mjög áhugaverður og hann hafði sko mér þess að ákveðna vinstri sinnaðar hugmyndir sem myndu teljast vinstri sinnaðar. Það voru náttúrulega ekki vinstri sinnaðar þar, svona negative income tax svo ég nenni nú ekki að fara út í, en það svona ákveðin vinstri hugsjón til þess að koma til móts við þá hópa sem að minna mega sín, en eins og segi, það ekki fjallað það í dag. En sko, svo ég kom aðeins aftur á punktinn, þetta er svo nýtt í stjórnmálumræðu og ég held að setji Sjálfstæðisflokkina ákveðinu svona á afturlappirnar, því þetta eru áhugaverðar spurningar. Sko, hverjar eru afleitar afleiðingar af því að auka ríkisútgjöld? Það að sjálfsögðu að það greiðir það einhver, og ég veit ekki alveg hvernig maður á að taka á þessum nýja tón hjá vinstriflokkunum, en mér finnst þetta einfaldlega bara tær snilld. En ég hef aftur á móti áhyggjur af því að það sama muni koma til með að gerast þegar þau fá völdin, það að segja eins og hjá öllum öðrum, að þá séu að fara að horfa á þau gera nákvæmlega sama og Sjálfstæðisflokkurinn, Framsókn og ég tala nú ekki VG hafa gert á undanförnum árum, sem að þegar að þessi stórkostlegu kostnaðarsömu átök koma til kastana án áþreifanlegs árangurs auðvitað, því að hið opinbera á að takast á við verkefni sem í eðli sínu líklegri til þess að móta markaðsbresti, að þá mun lausn þeirra við árangursleysi eigin aðgerða vera að segja fyrirsjáanlega að það þurfi bara meira fjármagn í málaflokkin og það þurfa fjármagna málaflokkin, og þá munum við náttúrulega ekkert heyra sömu ræðurnar þar sem að þau að tala að við þurfum að passa upp á það að hvaða áhrif til dæmis eins og aðkoma ríkisins gagnvart Grindvíkingum hefur á hagkerfi í heild sinni, því að einhver þurfa að borga. Slíkar umræður munu bara hverfa. En ég til að láta koma mér óvart, Kristrún og Jói, ég held að gæti jafnvel gerst að þau bara raunverulega meina þetta. En að lokum langar með að nefna breytu sem að oft gleymt í þessum umræðum fjármagn og hið opinbera, og það að auki fjármagn þýði sjálfkrafa betri þjónusta, og þetta er náttúrulega svona rauði þráðurinn af öllu sem að ég búin að vera að tala í dag, því að meira fjármagn þýðir ekki sjálfkrafa betri þjónusta. Og ef ég á að vera hreinskilinn þá finnst mér við vera í ótrúlega rofnum tengslum við orðið fjármögnun, sem svona, eins og segja, ég milli steins og sleggju. Ég svolítið ánægður með hvernig Kristrún og þau byrjað að tala, en svo aftur á móti þá vilja þau náttúrulega fjármagn alla málaflokka og halda það að fjármagn muni koma til með að leysa þetta sjálfkrafa, sem að gera náttúrulega aldrei. Því að þegar stjórnmálamenn segja orðið fjármögnun, þá þeir að segja að þeir séu líklegri til þess að ráðstafa peningi þegnana betur heldur en þegnarnir sjálfir. Þetta að sjálfsögðu hliðarafurð af því að vandamál séu þegnunum sem að takast á við þau óviðkomandi, og að það sé ófrávíkjanlegt úrlausnarefni hins opinbera. En eins og ég fjallaði kannski erum við bara að verða vitni
af jákvæðri þróun þegar Samfylkingin og Píratar er eins og ég segi að vitna í Milton Friedman. Sko, já, ég bjóst ekki við þessu sko. En við sjáum til hvort að þau láta knéfylgja kviði. Kannski vilja þau komast hjá því að verða almenningja bráð líkt og er að gerast í Evrópu þar sem að vinstriflokkar hafa mist alla tiltrú almennings með því að keyra á þeirri fáránlegu stefnu að ekkert sé ríkinu óviðkomandi á með þau klúðra málum sem þau taka sér fyrir hendur. Slíkri þróun fagna ég að sjálfsögðu, sérstaklega þegar allir ríkisstjórnarflokkarnir virðast ekki ætla að læra af þróun í öðrum Evrópulöndum. En meira það síðar. Fleira var það ekki. Takk fyrir að hlusta og þangað til næst.